ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og eins og ég sagði ykkur áðan þá ætlum við að fara núna áfram í knattspyrnuna og heyri í atvinnumönnum okkar frá Selfossi og á línuna er komin Guðmundur Þórarinsson. Komdu blessa og sæll höfðingi. Blessaður höfðingi. Hvernig hefur það? Bara ljómandi gott. Er það ekki? Ásamt að vera heima og svona. Já, er ekki alltaf best að komast á heimaslóðir? Já, manni líður einhvern veginn alltaf best þar. Man þekkir alltaf að tala sitt eigið tungumál og gaman alltaf að hitta vinn og fjölskyldur sem maður ekki hitt lengi og svona. Það er alltaf eitthvað sérstakt við það. Já, fínt að hvíla sig á dönskunni? Já, það er svona komin tíma á það. Ég er alltaf búin að reyna þarna í ár að gera eitthvað vitt í dönskunni og það gengur ágætlega, bara leiðilt að vera alltaf með þetta R-hljóð og kyngja kartöflunni eins og það. Nákvæmlega. Það er ágætt að tala á íslensku. Já, en ertu byrjaðir að svona dreyma á dönsku og hugsa á dönsku? Já og nei sko, mér dreymir suðum á dönsku því að maður vonast náttúrulega að gera eitthvað í leikjurum og þá fagnar maður á dönsku sko. Segir eitthvað svona, já, sem ég ætla kannski ekki að segja í útvarpinu hérna eftir að maður myndi skora. Nákvæmlega. En ég er ekki byrjað að hugsa á dönsku þannig að mér dreymir stundum að ég skori og þá fagnar ég eitthvað á dönsku. En já, svona árið 2015 á þér, það er heldur betur búið að vera viðburðaríkt. Þú ert það ekki búin að skipta félag og fleira? Já, nákvæmlega. Fór náttúrulega að færa mig frá Sarpsborg í Noregi til Nordsjælland í Danmörku. Þannig að og mitt fyrsta ár í Danmörku. Já. Var nokkuð þá erfitt að svona ná upp dönskunni þegar þú varst komin svolítið með norskuna? Nei, í rauninni ekki. Það tók kannski 2 mánuði bara svona að ná hreimnum og hérna orðaforinn er mjög líkur og er svona nokkuð við það sama. Það er svona auðvitað nokkur á sem öðruvísi en í grunninn er þetta mjög einfalt að það er að segja að maður hefur annarkvort tungumálið þá ætti að vera mjög einfalt að ná hinnu þannig að og það hefur verið þannig tók svona fyrstu 2 mánuðina bara aðeins að skilja hreiminn og auðvitað er náttúrulega danskan svolítið skringilega borin fram eins og allir vita þannig að það var bara svona tók smá tíma en núna er það alveg komið. En þú virðist hafa komið bullandi sjálfströst inn í dönsku deildina og ert búin að eiga frábært tímabil? Já, svona þannig þetta vill maður alltaf meira og kannski liðið hefur kannski ekki alveg ná að standa sig eins og svona vonast eftir í 8. sæti sem er náttúrulega ekki alveg á pari við það sem þessi klúbbu vill. Og en það er bara eins og það er, við erum með ungt lið og þeir vilja byggja upp ungu strákum svona þess að eðlilega það hafi þetta verið svolítið svona rokkandi framistur hjá okkur upp og niður en ég held að sé svona klálega stefna núna tekin á að reyna að gera eins betur. En vissulega fæ ég að spila svona, hefur búin að fá að spila inn allar mínútur en það er náttúrulega það sem maður vill en svo vill maður líka alltaf meira eins og sé. Hvernig hefur svona fundið stemningin í danska boltanum? Er mikil stemning á árundum þarna? Það er svona svolítið misjafnt, það er náttúrulega bara eins og í öllum deildum misjafnt eftir klúbbum, stærstu klúbbarnir er náttúrulega Brøndby og FCK sem er inn í Kaupmannahöfn og þeir eru náttúrulega með mjög svona stóran aðdáendahóp og fá alltaf mjög marga áhorfendur á leikinni á sér. Svo eru svona nokkur lið sem er í stærri bæum eins og AGF, þeir eru náttúrulega í Árósum og það er náttúrulega margir sem búa þar og þeir eru líka með stóran áhorfendahóp en Nordsjælland er í litlum bæ á Norður-Sjálandi þannig að okkur vantar kannski svona alltaf aðeins að trekkja fólk að mæta svona bílnu hvað ég segja, 4-5 manns kannski á hverja leiki en ágæti stemning þannig að en hjá stærstu klúbunum þá er þetta náttúrulega mjög stórt og flott. Já, ok. Hvernig er svona venjulegu dagur hjá þér þarna út í Danmörku? Það hlýtur að það ekki að leiða svona inn á milli? Sko, já og nei, ég bý inn í Kaupmannahöfn, þannig að það tekur 25 mínútur fyrir maður að keyra á Norður-Sjálandi eða þar sem það æfum og venjulegu dagur er þannig að ég vaknaði 8 svo borðum við morgumat klukkan 9 svo byrjuðum við æfingu kortir yfir 10 þá tökum við hálftíma svona uppbytun að tegi og styrstaræfingar og svo er æfing kortir í 11 og við búnir 12:30 og fáum alltaf þá hádegismat og svo er misjafnt hvort það er önnur æfing 3 eða ekki þannig að stundum er maður bara búin klukkan
1:30 og stundum æfing aftur 3 og þá maður búinn 4:30, eitthvað svoleiðis. Það svona 2 í viku kannski. Já. Þannig að þetta svona venjulega rútínan og oftast maður bara á einni æfingu, þannig að þá maður svona þannilega búið með daginn 1:30 leitið og svo náttúrulega keyrir maður aftur inn til Kaupmannahafnar. En ef maður þekkir rétt að þá situr þú nú venjulega ekki auðum höndum og þú ert kannski byrjar að taka upp gítarinn að semja og svona? Já, og alveg rétt þegar ég á sennilega núna eitthvað 14-15 lög svona tilbúin, eða sem þetta smá bara í raun eftir að svona klára almennilega í stúdíói. Já. Og það svo sem ekkert eitthvað sem ég stefni þannilega á að gera, þetta bara svona eitthvað sem hefur alltaf fyllt mér og ég geta að sungið og svona spila hans í gítar, þannig að kannski einn daginn mun maður gera eitthvað í sig, en mér svona ekki alveg rétt í tímapunktinn til þess núna, alltaf gengur svona ferillinn alltaf verið á uppleið og landsliðin alltaf eitthvað sem maður horfið til og svo leiðis, þannig að mér svona ekki alveg rétt í tímapunktinn til að hella mér út í tónlist akkurat núna. En það kemur kannski að einn daginn og maður gefur út blötu eitthvað svo leiðis, aldrei að vita. Það er náttúrulega vinahópurinn hérna á Selfossi, þeir eru nú vanið því að biðja alltaf sama lagi þegar þeir eru hérna einhver starf í kring að það er þetta lag SMS vinniðinn. Já, það var nú bara, ég veit ekki alveg hvað djók það er alltaf. Já, eins og ég segi félag minn á Selfossi, þetta var nú bara tekið upp í bílskúr eitthvað tímann fyrir hvað ætli að verið 16-17 ára kannski. Já. Þannig að þetta nú svona meira í gríni gert en alvöru höndi. Já, nákvæmlega. Ágætis lagasamt. Já, nákvæmlega. En svona nú þegar þú ert heima fyrir, svona ef ég fer aðeins út í bara svona jólafílingin á ykkur, hvernig eru svona jólin hjá þér? Jólin eru þannig að, já, náttúrulega mjög klassískt þannilega, en við erum bara saman fjölskyldan á aðfangadag og svo alltaf jólabóð hjá ömmu á jóladag og amma er nú hérna. Afi dáinn í móðurætt, þannig að hún kemur þá annarkot til okkar eða til systir mömmu, þannig að stundum eru við 5 saman, ég, Ingo, mamma og pabbi og stundum hún með okkur, þannig að þá bara borðum við saman aðfangadag og svo venjan er líka alltaf að fara í kirkju nema ég komst þetta ekki með síðustu 2 ár því ég var eitthvað þreyttur og þannig ákvað að leggja mig frekar, en ég var með í kirkjuna núna í ár. Lætur þá ekki ammaðinn þið heyra það? Jú, og mamma líka, hún vil enda alltaf að koma með. Já, nákvæmlega. Sem bara, þetta er náttúrulega bara góð hefð, þannig ég ætla að halda í það í ár, ég ætla að reyna bara að vera búin að sofa nóg áður en við förum í kirkjuna. Já, nákvæmlega. En já, svo er alltaf jólabóð á jóladag og annar í jólum er svo bara rólegt. En aðeins að enska boltanum, þú ert eða ekki Chelsea aðdáandi? Jú, það passar, ég er svona, jú, segja það bara. Þú ert með nokkuð lið, eða? Nei, ég hefst í held með Chelsea, en já. En hvernig, nú var að vera að reka Jose Mourinho, má spyrja þig að því hvort þú hefur verið ánægð með það? Veistu það, ég held þetta hafi einhvern veginn, manni finnst á öllu þó maður viti hann alltaf ekki, en umfjöllun og allt svoleiðis þá virtist hann vera svona smá búin að tapa leikmönnum einhvern veginn og þegar það er þannig að þá held ég að svoleiðis breytingar séu bara óhjákvæmilegar, það verið að gerast. Þannig að ég held að þetta hafa alveg verið ágætt og unnuðu nú fyrsta leikinn þegar hann var ekki að stjórna þeim, svoleiðis að kannski mun þetta vonandi mun þetta eitthvað létt á leikmönnum af því að hann virðist vera svolítið erfiður svona að setur svona kannski oft full mikla press á sína leikmenn því að það er oft bara betra að geta spila svona aðeins pressulaus og njóta sín á vellinu. Og þetta virti svona að vera þannig með umfyllun að leikmenn var ekki alveg að fíla það ennþá, þannig að þá lítur þetta að hafa verið rétt ákvörðun, en það verður náttúrulega bara komið ljós. Hvernig svona leggst nýja árið á þig? Ertu með ykkur sett markmið? Það er reyndar skilinlegt, þú ert náttúrulega sækist eftir að komast í landsliða sjálfsögðu? Já, sjálfsögðu, það er svona erfitt markmið að hafa því maður kannski stjórnaði ekki alltaf alveg sjálfur, en það er svona auðveldar að setja sér markmið sem þú getur stjórnað sjálfur eins og hversu mikið ætlar að æfa eitthvað svoleiðis. Því að þetta er alltaf að loka svo persónubundi val þegar það er val í landslið, það er alltaf þannig, það er svolítið erfitt að setja sér þannig markmið. En ég mun klálega, ég hef bara mjög markmið og hefur svona fyrir sjálfa mig, en þetta verður náttúrulega vonandi bara mjög gott ár og náttúrulega komið nýja þjálfara sem allir tala mjög vel hjá klúbbnum, þannig að bara spennandi að fá að vinna með honum, nýja þjálfara sem maður þarf að sanna sig fyrir, þannig núna verður bara tekið vel á því til að sanna sig fyrir honum. Nákvæmlega.
Guðmundur Þórðarsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og bara njóttu jólafrísins og gangi sem allra best. Bara takk fyrir spjallið og gleðileg jól. Já, gleðileg jól, bestu þakkir. Bye. Já, sportátturinn heldur áfram göngunum sína hérna til korter í 11, þannig að farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurlandi FM. Hey